Við skulum kíkja næst á annan möguleika fyrir hvítan í 5. leik eftir A6. Þessi leikur hérna A4. Hugmyndin með honum er að ná tökum á B5 reitnum og stoppa svartan í að leika B5. Lítur eðlilega út þessi leikur, en það fylgja honum ýmsir gallar og þeir felast aðallega í því að eftir A4 þá verður B4 reiturinn veikur hjá hvítum og svartur getur notfært sér það á dálítið skemmtilegan hátt. Hann ætti að leika í þessari stöðu að mínum mati E6 og breyta stöðunni yfir í svona hálfslæðneska vörn, en munurinn er að þessum leikjum hérna A6 og A4 hefur verið bætt við og þeir nýtast svörtum meira vegna þess að, eins og ég segi, B4 reiturinn er veikur, það er engin veikleiki hjá svörtum á móti. Hér getur hvítur leikið biskup G5, hann getur líka leikið E3. Nú, E3 er ekkert sérstakt vandamál fyrir svartan, hann leikur A5 sjálfur sem er leikur í þessu afbrigði eftir A4. Og nú sjáum við hvað hefur gerst. B4 reiturinn er aðgengilegur fyrir svörtu mennina, rittarinn getur hoppað þangað og biskupinn getur verið þar, en það er engin veikleiki hjá svörtum á B5. Við sjáum að eftir C-drepur D5 þá drepur bara svartum með E-peði. Allir reitir valdaðir hérna megin og hvítritabiskupinn kemst út og allt í blóma hjá svörtum. Í staðan fyrir biskup G5 getur hvítur líka leikið A5 sjálfur, en þetta peð verður bara veikleiki að mínum mati og svartur ættir að nota sér þetta tímatap hvítis með því að brjóta strax fram á miðborðinu og leika C5. Annar möguleiki biskup B4, sá leikur er ekki góður því eftir drottning A4 er biskupinn í hálfgerðum vandræðum. Þannig að C5 er rétti leikurinn og eftir C-drepur D5 og E-drepur D5 þá erum við með hálfgerða tarrastöðu þar sem að hvítur við tapa tíma og fara með peðið allavega A5. Sjáum eftir rittari C6 þá eru peðið veikt. Þannig að E3 og A5 valda svörtum engum vandræðum. Biskup G5 er langa eðlilegasti leikurinn og þá kemur aftur A5 hjá svörtum. Eins og ég var að tala um áðan, þetta snýst allt B4 reitin í þessu afbrigði. Hér getur komið E3 eða E4. Við skulum byrja á að skoða hvað gerist eftir E4. Hann lítur mjög eðlilega út. En út af þessum veikleika á B4 þá lendir hvítur í smá vandræðum. Eftir D-drepur E4 og rittardrepur E4 kemur biskup B4 skák. Og þá verður hvítur að bakka með rittarinn og C3. Og þá brýst svartur strax fram á miðborðinu með að leika hérna C5. Og hér á hvítur nokkra möguleika. Eðlilegasti leikurinn, það er fyrsti leikurinn sem hann getur dottið í hugur þessi leikur hérna D5. En eftir H6, biskup H4 og stuttar hrókun er svartur í fínum málum. Hann er dálítið fljótur að koma mörnunum sem á framfæri með hrókur E8 og getur drepið á D5 þegar honum hendar og virkja mörnuna sína. Sjáum í staðinn fyrir biskup H4 þessari stöðu getur hvítur líka drepið á F6. Svartur drepur sjálfsögðu með drottningu og eftir hrókur C1 sem valda rittarinn á C3 hrókar svartur stutt eins og áður og planið getur verið hrókur E8 eða hrókur D8. Við uppskiptum á D5 þegar svartum hendar og svartur er í fínum málum. Við tökum eftir því hvað biskupinn stendur vel á B4, hann verður ekki rekin þaðan. Þannig að eftir A5 í staðinn fyrir E4 þá er eðlilegri leikur fyrir hvítan að leika E3. Og þá mæli ég með að svartur teflið þetta svona eins og hálfgert drottningabragð bara með biskup E7 og notfærir sér síðan hennan B4 reit fyrir rittarinn sinn á B8 að fara með hann á A6 og B4 í framhaldinu. Við skulum skoða framhaldið eftir biskup E2. Annar möguleiki hér er biskup D3. Þá kemur rittari A6 og stutt hrókun og rittari B4 sem hóta biskupinum á D3 og eftir hrókur E1 mæli ég með þessum leik hérna B6. Það er að virkja biskupinn á C8 gegnum annarkvort B7 eða A6. Hér getur hvítur leikið E4 og þá ætti svartur að drepa á E4 með peði. Og þá má hvítur passa sig. Eðlilegasti leikurinn virðist vera rittardrepur E4 í þessari stöðu. Sá leikur er enda mistök. Því eftir rittardrepur E4 er hvítur tilneyddur til að fara í uppskipti á E7 og þá getur svartur skotið inn þessum millileik hérna rittardrepur F2. Og eftir kóngdrepur F2 tekið á E7 er þá peði yfir. Hvítur getur líka drepið á D8 í þessari stöðu. En eftir rittardrepur D1, biskupdrepur B6, rittardrepur D3, hrókudrepur E1 og rittardrepur B2 er svartur í fínum málum. Þannig að eftir
E4 og D-drepur E4 betri leikur fyrir hvítan biskup drepur E4. Þá ætti svartur að drepa á E4 og eftir riddari drepur E4 leika þessum sérstaklega leik hérna F6. Hann lítur illa út við fyrstu sýn, en þessi leikur er virkilega góður að mínum mati. Við tökum eftir núna að öll 5. reitaröðin einhvern veginn völduð, allir reitarnir á 5. reitaröðinni, og hvítu mennirnir enga sérstaklega reiti og hvítur á ekkert sérstakt gegnumbrot, ekkert sérstakt peða gegnumbrot. Og plan svarts hér er að virkja hrókin með þessu skemmtilega leik hérna hrókur A7 sem við sjáum í fleiri afbrigðum. Hrókurinn getur farið á D7, svartur undirbýr C5, biskup B7, svartur getur líka leikið hrókur E8 og biskup F8 og E5 eftir atvikum. Þessi staða býður upp á ýmsa möguleika fyrir svartar en hvítur er svolítið planlaus hérna. Förum þá aftur tilbaka og í staðinn fyrir biskup D3 kíkjum þá á biskup E2. Hér til svartur líka leika riddari A6 eins og áður. Eftir stuttarhrókun og stuttarhrókun getur hvítur leikið hérna drottning B3. Annar eðlilegur leikur er riddari E5. Þá ætti svartur að leika riddari B4 og ef hvítur leitast eftir uppskiptum með riddurum með riddari A2 ætti svartur að drepa þar og leika riddari D7. Til þess að reyna að létta aðeins á stöðunni. Eftir biskup drepur E7 og drottning drepur E7 og riddari F3 tilbaka sem er svo sem eðlilegur leikur. Annar leikur er riddari drepur D7, biskup drepur D7. Hér er plan svarts að drepa á C4 og leika E5 og losa stöðuna. Og við tökum eftir því að í miðtaflinu sem að framöndan er eða endataflinu þá eru þessi peð skorðuð á drottningavagnum og þau eru svörtum í hag. Biskupinn á svörtum lítur ekki vel út núna en eftir hann er að losa sem er E5 þá verður þessi biskup fínn og að þetta peð sé á hvítum reit og þetta peð sé á svörtum reit hendar svörtum vel. Það tónar vel við svarta biskupinn í framhaldinu. Þannig að framhaldið D-drepur C4 og E5 gefur svörtum jafnt tafl. Í staðinn fyrir riddari drepur D7 er riddari F3 annar leikur eins og ég sagði og þá ætti svartur líka að drepa á C4 og eftir biskup drepur C4 að leika E5 og losa sig og hugmyndin getur verið að fara með riddarann á B6 og virkja biskupinn á F5 eða G4, hrókinn á D8 og svartur er búinn að jafna tafli hér. Hvíti hrókurinn stendur dálítið ankanlega á A2 og hann þarf að eyða tíma í að virkja hann. Þannig að eftir stuttarhrókun getur líka komið drottning B3 og þá kemur samt riddari B4 eins og áður og hér getur hvíti leikið hrókur A til C1 eða riddari A2. Eftir riddari A2 og D-drepur C4 og biskup drepur C4 og riddari drepur A2 og drottning drepur A2 getur svartur losað sem er að leika riddari D5 og leitast eftir uppskiptum á biskupum og í framhaldinu sé riddarinn fram á góðan reit hérna á B4 og ef að hvítur drepur hennar riddara þá drepur svartur með E-peði og virkja biskupinn sinn hérna til dæmis á G4 stendur vel hér. Í staðinn fyrir biskup drepur D5 getur hvítur líka leikið drottning B3 en þá kemur riddari B4 og eftir hrókur A til C1 og B6 er svartur tilbúinn að reyna að virkja biskupinn sinn á B7 og losum sem er að leika C5 og við sjáum eftir framhaldi riddari E5, biskup B7, biskup E2 með hugmyndinni að virkja biskupinn á F3 getur svartur leikið C5 og eftir D-drepur C5 og B-drepur C5 er plan svarts að stilla biskupnum upp á D5 og hann getur haft hrókana á B-línunni og C-línunni og fær ágæti spill. Örlítill veikleiki hjá hvítum á A4. Förum þá aftur í þessu stöðu hér. Í staðinn fyrir riddari A2 getur hvítur líka leikið hrókur A til C1 og þá ætti svartur að halda áfram með planið sitt, leika B6 og virkja hvítarðarbiskupinn og eftir riddari A2 hér getur komið C5 hjá svartum. Eftir riddari drepur B4 sjáum við að eftir A drepur B4 þá verður A4-peðið ákaflega veikt og eftir C drepur D5 og riddari drepur D5 biskup drepur E7 og drottning drepur E7 D drepur C5 og B drepur C5 þá er plan svarts bara einfalt að leika biskup D7 og herja að þessu peði. En eftir hrókur F til D1 hér í staðinn fyrir riddari drepur B4 getur svartur leikið biskup B7 og hér á hvítur nokkra möguleika. Hann getur drepið á B4, hann getur líka leikið riddari C3, svartur getur þá drepið á C4, drepið á F3,
Eftir G-tröppur að þú leikir rittari D7 og losa þeim sem svona. Stendur býsna vel hér. Og í staðin fyrir rittari C3 getur hvítur líka leikið C-tröppur D5. En þá ætti svartur að drepa hér með drottningu að mínum mati og sjáum eftir biskup C4 getur drottningin hesta svo öll á F5 reitnum og svartur hótar að drepa á F3 með biskup. En eftir drottning drepa D5 og rittari B drepa D5 og D drepa C5 og biskup drepa C5 er staðan nokkuð jöfn að mínum mati. Þannig að rittari drepa B4, A drepa B4, D drepa C5 og B drepa C5 og eftir uppskipti hérna á miðborðinu og drottning A5 stendur svartur býsna vel að mínum mati, hefur verið að minnstakosti jafnatablið. Peðið er veikt eins og áður A4 og við sjáum þetta framhald í einni af módelskákunum okkar. Þetta var afbrigðið eftir A4 í 5. leik og plan svarts byggist hér á því að notfæra sér veikleikan á B4 með að leika E6 og svo setna A5 og virkja rittaran sinn A6 og B4. Takk fyrir þetta.